Ég hef tekið þá ákvörðun að slíta meirihlutasamstarfinu. Meirihlutinn í borginni sprakk í gærkvöld. Viðræðum Framsóknar, Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Flokks fólksins myndun nýs meirihluta hefur verið slitið. Flokkur fólksins tekur ekki þátt í að leiða Sjálfstæðisflokkinn til valda í borginni, segir formaðurinn. Guðrún Hafsteinsdóttir tilkynnti framboð sitt til formanns Sjálfstæðisflokksins í dag. Hún vill byggja flokkinn upp að nýju og ná aftur til kjósenda sem hafa leitað annað. Ásakanir gengu á víxl ástand fanga og gísla sem Hamas og Ísraelsstjórn skiptist á í dag. Nokkrir Palestínumenn urðu að fara á sjúkrahús og ísraelsku gíslarnir virtust fölir og veiklulegir. Aðeins ein flugbraut í notkun á Reykjavíkurflugvelli eftir að austur-vesturbrautinni var lokað liðna nótt þar sem aðstæður þar þóttu komnar að hættumörkum. Forstjóri Samgöngustofu segir lokunina gilda þar til úr verði bætt. Fyrri undanúrslit söngvakeppninnar eru í kvöld. 5 lög keppa 3 sæti í úrslitunum. Símakosning almennings ræður úrslitum. Gott kvöld. Einar Þorsteinsson borgarstjóri sleit meirihlutasamstarfi í borginni í gærkvöld. Viðræður myndun nýs meirihluta hafa staðið síðan. Alexander Kristjánsson fréttamaður hefur fylgst með gangi mála og það ýmislegt sem að gerast og hefur bara verið að gerast núna á síðasta klukkutíma, Alexander. Já, oddvitar Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar, Flokks fólksins og Viðreisnar hafa átt í meirihlutaviðræðum í dag og í gær. Þegar við ræddum við oddvitan í gær þá voru þau nú nokkuð bjartsýnir á gang mála og töldu bara jafnvel að meirihluti yrði myndaður. Síðan hefur lítið heyrst í þeim í dag, það hefur gengið erfiðlega að ná tali af þeim. Já, það dró svo til tíðinda á 7. tímanum. Þá greindi Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, frá því í samtali við okkur að viðræðunum væri slitið. Flokkur fólksins myndi ekki taka þátt í því að leiða Sjálfstæðisflokkinn til valda í borginni, eins og hún orðaði það. Það hefur ýmislegt gengið á síðasta sólarhringinn. Við skulum aðeins fara yfir atburðarásina. Blessaður Einar. Á hvaða fundi varst þú? Ég var á fundi með oddvitum meirihlutans. Og hvað voruð það að ræða? Við vorum að ræða þá stöðu sem er komin upp í meirihlutasamstarfinu. Ég hef tekið þá ákvörðun að slíta meirihlutasamstarfinu vegna þess að við teljum að við höfum ekki náð þeim árangri fyrir Reykvíkinga sem að við lofuðum þeim. Við lofuðum þeim breytingum og í þessu samstarfi tekst okkur ekki að knýja fram þær breytingar sem að við teljum nauðsynlegt. Ákvörðunin kom flatt upp á oddvita Samfylkingar og Pírata og þótt Einar nefndi ágreining húsnæðisuppbyggingu, leikskólamál og flugvöllinn í Vatnsmýri, þá telja oddvitarnir að annað hafi búið að baki. Þannig að það er ekkert nýtt í því nema kannski það að þessar skoðanakannanir sem hafa legið fyrir og þar sem að fylgið hefur ekki verið eins og best verið á kosi hjá sumum og þannig það er svona það sem að ég sé í þessu og það er auðvitað heitt í eldhúsinu og kokkurinn verður að þola það. Einar tilkynnti strax að hann hefði boðið oddvitum Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Flokks fólksins í meirihlutaviðræður og að hann gerði ráð fyrir að vera áfram borgarstjóri. Óformlega viðræður, hvenær hefjast þær? Ég bara er að bjóða til þeirra hér. Bara hér og nú í þessu viðtali? Já, og vonandi taka þessi flokkar vel í það. Innan við klukkustund síðar voru oddvitarnir mættir upp í ráðhús og viðræður nýjan meirihluta hafnar. Þótt þetta hefði gengið hratt fyrir sig vildi oddviti Sjálfstæðisflokksins þó ekki meina að viðræðurnar rættu sér langan aðdraganda. Við eigum auðvitað alltaf í lifandi samtali við alla flokka innan borgarstjórnar en það hafa kannski komið upp svolítið mörg mál að undanförnu þar sem að kannski samleið Sjálfstæðismanna og Framsóknarmanna og jafnvel einmitt Flokks fólksins og Viðreisnar reynist nokkuð mikil. Þannig að það hefur kallað á þetta. Þegar fundinum lauk á 12. tímanum vildu oddvitarnir ekki veita viðtöl en aðstoðarmaður borgarstjóra upplýsti fréttamenn að formlegar viðræður væru hafnar. En Alexander, hvað hafa aðrir oddvitar sagt? Já, við höfum ekki náð tali af Helgu Þórðardóttur, oddvita Flokks fólksins, en við ræddum við Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur, oddvita Viðreisnar og þetta var áður en Inga Sæland upplýsti að viðræðunum hefði verið slitið. En þar sagði Þórdís Lóa að Viðreisn gæti unnið hvort heldur til hægri eða vinstri.
Við getum unnið í báðar áttir, það höfum við náttúrulega bara sýnt á undanförnum mánuðum og misserum. En akkurat eins og staðan núna erum við í viðræðum við Flokki fólksins, Sjálfstæðisflokk og Framsókn og við erum heil í því á meðan við erum í því. En Alexander, aðrir flokkar í borginni sem ekki koma af þessum meirihluta viðræðum í dag, hvað hafa þeir sagt? Sko nú síðdegis þá sendu oddvitar Vinstri grænna og Sósíalistaflokksins frá sér sameiginlega yfirlýsingu og þar kemur fram að oddvitarnir séu reiðubúnir til að taka þátt í meirihlutaviðræðum. Sætir nokkrum tíðindum því að Vinstri græn vildu ekki setjast í meirihluta eftir síðustu kosningar vegna þess hversu illa flokknum hefði gengið í kosningunum. En nú eru þeir sem sé til í það og í þessari yfirlýsingu þá kemur fram að leiðtogarnir telja mikilvægt að það sé myndaður róttækur félagshyggju meirihluti eins og orðuðu það. Nú við ræddum líka við Heiðu Björgu Hilmisdóttur, nýjan oddvita Samfylkingarinnar í borginni og hún segir að þessu ýmsir kostur í stöðunni. Ég sé marga kosti í stöðunni og stærsti kosturinn sem ég sé í stöðunni er að halda áfram að stjórna Reykjavíkurborg þannig að það sé traust og staðfesta og svolítið fyrirsjáanleiki. Og ég held að allir svona óróleiki og einhverju svona skyndi ákvarðanir séu bara vondar fyrir borgina. Við þurfum bara öflugan meirihluta sem er tilbúin til þess að gera samkomulag og standa við það. Og ef hann er ósáttur við það að boða þá til fundar og ræða samkomulagið en ekki fara á bak við fólk. Þannig að ég held að séu bara margar leiðir þess. Ólafur Þór Narðarsson, velkomin. Heiða Björg segist sjá marga kosti í stöðunni en það er sem allt breyst núna þegar Inga Sæland hefur sagt að komi ekki til greina að leiða Sjálfstæðisflokkinn til valda í borginni. Hvaða kostir eru þá í boði? Já, sko, það virðist vera ljóst að Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur þeir hafa verið búin að ákveða að þeir væru tilbúin til að láta reyna á meirihlutamyndun og alla líkur á að það tækist en þá þurftu þeir með sér bæði Flokk fólksins og Viðreisn. Ég hafði nú frekar oft von á því að Einar væri nú búin að heyra eitthvað von í þá en nú kemur þetta, eru vöflur á báðum borgarfulltrúunum sem auðvitað taka hinar formlegu ákvarðanir meirihlutasamstarf. En þessi yfirlýsing Ingu Sæland að það kom ekki til greina að Flokkur fólksins fari í meirihluta með Sjálfstæðisflokknum, hann breytir gjörsamlega stöðunni. Hinn möguleikinn sem að kemur upp ef að bæði Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur verða áfram í minnihluta eða verða í minnihluta að þá þurfa hinir flokkarnir allir að taka sig saman og það er að segja 5, að nægja 5, ef þeir eru allir þá eru þeir 6 og þá myndu sósíalistar, Píratar og Samfylking vera í slíkum meirihluta en til viðbótar Vinstri græn og svo Flokkur fólksins eða Viðreisn eða báðir. Getum við hugsanlega verið að horfa á stöðu eins og var fyrir tæplega 20 árum þegar það nánast ringulreið ríkti í borgarstjórnum við sáum hvern meirihlutann á fætur öðrum? Það er alveg hugsanlegt. Það er rétt að undirstrika að þessi staða að meirihluti sé sprengdur er afar óvenjuleg í Reykjavík. Þetta gerist gjarnan í sveitarstjórnum út land að meirihlutar springi en í Reykjavík hefur meirihluti aldrei sprungið nema á einu kjörtímabili þessu sem þú ert að vísa til kjörtímabilinu 2006 til 2010 og þá sprakk ekki bara einn meirihluti, það sprungu 3 meirihlutar. Meirihlutarnir á þessum 4 árum voru 4 og borgarstjórnarnir voru 4. Nú hafa menn bara 14 mánuði, þannig að það er nú kannski ekki líklegt að það verði 4 borgarstjórar á þeim tíma sem lifir kjörtímabilisins. Þetta er mikil óvissa sem að ríkir núna. Þeir eru nú þegar orðnir 2 á þessu kjörtímabili, borgarstjórarnir. En það var samið það. Já, vissulega var samið það sko og Samfylkingin hefur verið í meirihluta í nærri 15 ár undir forystu fyrir borgarstjórans á þessu kjörtímabili Dags B. Nú er einungis 2 vikur síðan hann færði sig úr borgarmálefnum og upp úr slitnar og allt fyrir villu. Má lesa eitthvað í þetta? Já, menn geta lesið í þetta það sem þið vilja að margir hafa sagt að Dagur hafi verið sérstaklega lægin í samningum myndað ólíka meirihluta á þessu tímabili. Ýmsir hafa líka sagt að hann hafi verið límið í borgarstjórninni alveg eins og mann sagði að Katrín Jakobsdóttir væri límið í hennar ríkisstjórn. Kannski þetta er að minnstakosti svona mælir frekar með því að kannski hafi Dagur þrátt fyrir allt bara verið límið í meirihlutunum.
Ólafur Þ. Harðarson, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar. Við ætlum að halda áfram með málefni Reykjavíkur því að forstjóri Samgöngustofu segir aðstæður á austur-vesturflugbraut Reykjavíkurflugvallar allar komnar að hættumörkum. Þær séu óviðunandi og var henni því lokað síðustu nótt. Hún verður ekki opnuð aftur fyrir en að úr hefur verið bætt en ágreiningur Íshafi á Reykjavíkurborgar hefur tafið málið. Ágreiningunni snýst þessa flugbraut hér, lendingar á henni og flugtak. En trén hérna handan við götuna orðin það há að aðflugs- og flugtakshornið á flugbrautinni telst orðið hættulegt. Þessi ágreiningur hefur staðið lengi en nýjar mælingar voru gerðar í haust að sögn forstjóra Samgöngustofu og þær kynntar í desember. Þar sýna að staðan hefur versnað. Í framhaldinu var skoðað hvað væri hægt að gera og gerði Isavia innanlandsflugvellir, segir Reykjavíkurflugvöllin áhættumat á því hvaða áhrif lokun brautarinnar hefði. Það mat var unnið í janúar og var kynnt síðustu helgi, þar sem það metin ásættanlega áhætta að loka brautinni til að tryggja flugöryggi. Já, staðan náttúrulega bara orðin alvarlegri og við erum eins og ég segja að tryggja flugöryggi. Það grundvallaratriði fyrir okkur, hættan til staðar og það verður að bregðast við og við erum komið með það bratt aðflugshorn að það ekki hægt að bjóða upp á eitthvað að ganga lengra með það og þar af leiðandi eru aðstæður á brautinu óviðunandi. Hér má sjá nokkur aðflugs- og flugtakshorn en eins og staðan núna á brautinni hornið 4,55 gráður og segir Jón Gunnar að búið sé að færa lendingabúntin á brautinni innanlega hægt sé þannig að búið sé að ná öllum mörkum. Já, ég tel svo vera og það mat Isavia innanlandsflugvallar sem náttúrulega rekstraraðili flugvallarins. Það opið frávik á þau sem snýra þessari hættu og þetta aðgerð sem þarf til þess að bregðast við því. Kröfu Samgöngustofu að skipulagsreglum flugvallarins sé fylgt og því sé það í höndum Isavia innanlandsflugvalla og Reykjavíkurborgar að kynna viðunandi lausn. Talað hefur 1200 til nærri 3000 tré sem þurfi að fella. Ákvörðun Samgöngustofu gildi til 5. maí og framlengist ef ekki verður brugðist nægilega við. Lokunin hefur áhrif á umferð flugvöllin, sjúkraflug þar með talið. Jón Gunnar segir að nefnt hafi verið að rekstraröryggi fari úr 95% í 80%. Það náttúrulega dregur úr möguleikum þeirra sem að koma hér inn og eins og nefnir sjúkraflug að lendi ákveðnum aðstæðum. Það bara þannig. Formannskosningarnar í Sjálfstæðisflokknum verða tvísýnar, segir Guðrún Hafsteinsdóttir alþingismaður og oddviti Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi. Hún ætlar í formannsslaginn og vill sameina sjálfstæðismenn og ná fleirum í flokkinn. Forsalur Salarins í Kópavogi stútfylltist í dag þegar sjálfstæðismenn fylltust til fundar við Guðrúnu Hafsteinsdóttur. Síðan Bjarni Benediktsson tilkynnti 7. janúar að hann hegðist ekki leita eftir endurkjöri hefur verið skorað á Guðrúnu að bjóða sig fram. Með þetta að leiðarljósi, að byggja upp, að skapa samstöðu og ná árangri, tek ég auðmjúk við hinu fjölmörgu áskorunum sem mér hafa borist og ég býð fram krafta mína til að leiða Sjálfstæðisflokkinn. Aldrei í sögu Sjálfstæðisflokksins hafa 2 konur boðið sig fram til formennsku. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir lýsti yfir framboði fyrir hálfum mánuði. Reyndar hefur kona aðeins einu sinni áður boðið sig fram. Það var Hanna Birna Kristjánsdóttir sem laut í lægra haldi fyrir Bjarna Benediktssyni 2011. Ég held að það sé brýnast að við Sjálfstæðismenn leitum aðeins inn að við finnum aftur okkar kjarna og náum betur utan okkar hugsanir, okkar gildi, náum líka til þess fólks þar með sem hefur ekki fundið sér stað hjá okkur og hefur farið frá okkur. Þannig að fylgi flokksins hefur aldrei verið minna eins og í síðustu kosningum og það að mínum að þetta er óásættanlegt. Guðrún segist vilja vera sameinandi afl í flokknum og hún vill koma flokknum úr aftursætinu og aftur í bílstjórasætið, efla málefnastarfið og virkja grasrótina. Ég þekki það vel að vinna með fólki úr ólíkum áttum en að leiða fólk að sameiginlegri niðurstöðu, þannig ég treysti mér vel til þess. Heldur þetta verði tvísýnar kosningar? Nú eru þið 2 fyrrverandi ráðherrar og konur þar að auki í formannsbaráttunni. Ég held að þetta verði tvísýnar kosningar, já. Guðrún leggur af stað í hringferð landið á mánudaginn til fundar við sjálfstæðismenn. Formannskjörið fer fram á landsfundi flokksins sem stendur 28. febrúar til 2. mars. 3 karlmönnum var sleppt úr gíslingu Hamas í morgun í skiptum fyrir 183 Palestínumenn sem var sleppt úr ísraelsku fangelsi. Ísraelsstjórn segir meðferð Hamas á gíslunum vera glæpi gegn mannkyninu.
Fjölskyldur þeirra Ohad Ben-Amis, Elie Sharabis og Orlevis réðu sér vart fyrir kæti þegar þau sáu Hamas-liða leiða þá upp á sviði í Deir al-Bala og þaðan inn í bíla Rauða krossins. היינו ב-491 ימים בחוסר ידיעה בכלל שהוא חי, עצם זה שהוא הגיע לרגליים, תודה לבורא עולם. Gamanið kárnaði þó nokkuð þegar þau sáu hversu fölir og grind horaðir þeir virtust á myndunum. Þau lýstu áhyggjum yfir ástandi þeirra og forsætisráðuneyti Benjamins Netanyahus sagði útlit þeirra sláandi og yrði ekki látið óátalið. Forsetinn Isaac Herzog sagði allt líta út fyrir að meðferð Hamas á þeim væri glæpur gegn mannkyninu. 7 Palestínumannana sem leystir voru úr haldi í Ísrael þurftu aðhlynningu á sjúkrahúsi eftir fangavistina. Hamas sakaði Ísrael kerfisbundið ofbeldi og illa meðferð ísraelskra fangelsisyfirvalda á palestínskum föngum. Þetta voru 5. skiptin á milli Hamas og Ísraels í fyrsta fasa vopnahlés sáttmála þeirra frá því fyrra á árinu. Rauði krossinn leggur til að þau skipti sem eftir eru fari fram án þess að athygli sé beint að þeim í svo miklu mæli. Samtökin hafa áhyggjur af aðstæðunum sem myndast við skiptin og beinir þeim tilmælum til bæði Hamas og Ísrael stjórnar að sína ábyrgð og virða einkalíf fólksins. Mörgum spurningum enn ósvarað eftir fjöldamorðin í Örebro í Svíþjóð á þriðjudag. Lögreglan segir að rannsóknum málsins eigi eftir að taka drjúgan tíma. Ingvar Carlsson, fyrrverandi forsætisráðherra Svíþjóðar, segir að við aðstæður á borð við þessa sé það hlutverk forsætisráðherra að sameina þjóðina. Carlsson varð forsætisráðherra eftir að Ólöf Palme var myrtur og gegndi embættinu þegar að farþegaferjan Estonia sökk. Ulf Kristersson, forsætisráðherra, segir alla vilja komast að því hvað árásarmanninum gekk til. Vi har inte alla namnen än, men det är uppenbart att det är flera av dem som har blivit dödade som har kommit till Sverige från andra länder. Olika nationaliteter, olika medborgarskap kanske också. Och som sagt, vi vet ingenting om motivet än så länge och det är bara polisens uppgift. Jag tänker inte ens försöka spekulera i detta. Men jag har stor respekt för att det ändå väcker en rädsla i detta. Bara misstanken att det skulle kunna finnas ett sådant motiv förstår jag väcker rädsla hos människor. Framförallt människor som har kommit till Sverige. Jag vill bara uttrycka min respekt för detta utan att dra några slutsatser överhuvudtaget. För det är polisens uppgift. Eystrasaltsríkin rufu raforkusamband við Rússland og Belarús í morgun. Þau treysta öll á eigin orkuinnviði í dag. Áður en þau tengjast raforkuneti Evrópusambandsins á morgun. Litáin reið á aðeins snemma í morgun og Lettar og Eistar fylgdu fast á eftir. Þar með rufu þau nærri 70 ára raforkuhringrás Sovétríkjanna sálugu, nokkuð sem hefur staðið til áratugum saman. Nuolatinių kantrių pastangų visų prieš tai dirbusių Lietuvos vyriausybių, visų Seimų, kurie susikoncentravo šitam strateginiam tikslui, tai pareikalavo labai daug kantraus darbo, bet kartu su Baltijos šalimis, kartu su Lenkijos parama, Europos komisijos parama mes tai padarėme. Tai dėkui jums visiems. Söngvakeppnin hefst í kvöld að loknum fréttum hér í sjónvarpinu þegar íþróttir og veður eru líka búið. Þá verður bein útsending frá fyrri undanúrslitum. Benedikt Valsson, Guðrún Dís Emilsdóttir og Fanna Sveinsson eru kynnar. Og Benedikt, þú kannski segir okkur nánar frá því hvað við eigum von á í kvöld. Já, Bogi, takk fyrir þetta. Þetta verður náttúrulega bara sturlað. Fólk að streyma inn í höllina og hér fyrir aftan mig verða 1300 manns í ofurstuði. Keppendur baksviðs eru líka í góðu stuði og tilbúinir í kvöldi og ég held að þú ætti nú bara að hætta að lesa fréttirnar og drífa hérna inn í höll. Það reyndar uppselt en ég geti reddað þér inn. Áfram KR. Takk fyrir þetta, Benni. Og það gott að fá svona tilboðin. Við ætlum hins vegar að skoða hvernig veðurhorfurnar eru því að við hvarfi vaxandi lægðardrag sem nálgast okkur næsta sólarhringinn og því hvessir smá saman vestan til á landinu í nótt og þykknar upp með snjókomu, slyddu eða rigningu. Hvassir vindstreykir norðvestan til á morgun og gular viðvaranir taka gildi. Rigning einkum vestanlands og hlýnandi veður á morgun en þurrt að kalla norðaustan til.
Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur kvöldsins og hann segir okkur nánar frá veðurhorfunum þegar Einar Örn Jónsson hefur sagt okkur frá íþróttum dagsins. Gríðarleg spenna var þegar IBVF og FH mættust í lokaleik 8. úrslita bikarkeppni karla í handbolta í dag. Vítakastkeppni þurfti til að skera úr sigurvegara. Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir varð í 29. sæti í brunni á heimsmeistaramótinu í alpagreinum í Austurríki í morgun. Hún segist hafa náð markmiðum sínum. Markmiðið var að vera í topp 30, þannig að ég er bara mjög sátt. Dagur Sigurðsson landsliðsþjálfari Króatíu handbolta segir ekki eingöngu taktík síns liðs að þakka að Króatía lagði Ísland á HM. Skipulag mótsins spila ekki síður rullu. Alveg skiljanlegt að fólk stökkvi á einhverja svona leikskipulagspælingar sko, en þetta er líka alveg stór faktor. Þetta og sitthvað fleira í íþróttum eftir andartak. Já, takk fyrir það Einar. Við ætlum að fara yfir helstu atriði fréttanna í kvöld. Ég hef tekið þá ákvörðun að slíta meirihlutasamstarfinu. Meirihlutinn í borginni sprakk í gærkvöld. Viðræðum Framsóknar, Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Flokks fólksins myndun nýs meirihluta hefur verið slitið. Flokkur fólksins tekur ekki þátt í að leiða Sjálfstæðisflokkinn til valda í borginni, segir formaðurinn. Guðrún Hafsteinsdóttir tilkynnti framboð sitt til formanns Sjálfstæðisflokksins í dag. Hún vill byggja flokkinn upp og ná aftur til kjósenda sem hafa leitað annað. Ásakanir gengu á víxlum ástand fanga og gísla sem Hamas og Ísraelsstjórn skiptust á í dag. Nokkrir Palestínumenn urðu að fara á sjúkrahús og ísraelsku gíslarnir virtust fölir og veiklulegir. Aðeins ein flugbraut í notkun á Reykjavíkurflugvelli eftir að austur-vesturbrautinni var lokað liðina nótt þar sem aðstæður þar eru komnar að hættumörkum. Forstjóri Samgöngustofu segir lokunina gilda þar til úr verði bætt. Og fyrri undanúrslit söngvakeppninnar eru í kvöld. 5 lög keppa 3 sæti í úrslitunum. Símakosning almennings ræður úrslitum. Og kannski þetta minna á það, þetta verður hér í beinni útsendingu að loknum íþróttum og veðri. Kannski maður þykir bara það sem að Benni var að bjóða hérna á hann og drífið sig. En þið getið séð þetta allt í sjónvarpinu. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Og svo bendum við ykkur líka á það að þið getið sendt okkur ábendingar á vef og netfangið fréttir hjá ruv.is. Þessum fréttatíma er lokið, njótið þessum eftir helgarinnar og verðið sæl. Á RÚV í kvöld. Söngvakeppnin fyrri undankeppni. Bein útsending frá söngvakeppninni 2025 þar sem fyrri 5 lögin eru flutt. Monkey, sænsk fjölskyldumynd frá 2017 dreng sem finnur apa í garðinum heima hjá sér og ákveður að eiga hann sem gæludýr. Forsetadóttir, First Daughter, rómantísk gamanmynd frá 2004. Dóttir forseta Bandaríkjanna flytur að heiman og byrjar í háskóla. Hún fellur fyrir samnemanda sínum en hann býr yfir leyndarmáli.